Bara nógu vel. Glæsilegt. Við ætlum að brjóta brauði saman. Byrja á því. Og svo ætla ég að tala fyrirgefninguna. Þannig að þegar ég horfi tilbaka, þá þegar við brutum brauði hér í gamla daga, þá kom ég mjög gjarnan upp með ugg í hjarta. Því mér var kennt það að ég að vera algjörlega hreinn, ég að vera búinn að gera upp alla mína syndir frammi fyrir Guði, því að það var ekki gott að koma með ófyrirgefið hjarta hérna upp. Ég skildi ekki leyndardóm brauðsbrotningarnar á þessum tíma. Þegar Jesú með lærisveinum sínum, hann búinn að ganga 120 km leið, alla leið frá Galileuvatni til Jerúsalem, 4 dögum áður en hann krossfestur, þá verið að hylla hann sem konung konungana. Hann veit hann að fara á krossinn, hann að deila sínu nánasta með sínu lærisveinum. Þá kvöldmáltíðin komin. Og ég trúi því að lærisveinarnir hafi ekki haft almennilega opinberun það hvað Guð var að gera, eða Jesú var að gera. Og hann komið þarna saman, þetta svolítið mynd upp á frumkristnina. Þeir komið saman með einlægu hjarta, komið gjarnan saman í heimahúsum og brutu brauðið. Það var eitthvað sem gerðist við að brjóta brauðið. Og ég fór að hugsa, það ekkert sem að Jesús skildi eftir sig. Við verðum að trúa. Jú, hann skildi eftir sig orðið, sem við lesum. Hann hvatti okkur til að nota olíu og hann hvatti okkur til að brjóta brauðið. Þetta er svona 3 atriði sem hann með. Við viljum gjarnan vera með mynd af honum eða, þú veist, jú, krossin þarna, en hann skildi ekkert eftir. Við erum enn að leita að fötunum hans og reyna að finna eitthvað, en hann skildi ekkert eftir. Þetta er spurning að trúa. Og hann staddur þarna rétt áður en hann að fara á krossin, þá hann að deila sínu nánasta lífi með lærisveinunum og hann brýtur brauðið með þeim. Og hann að gefa þeim hlutdeild í sínu líkama, þessi líkami sem aldrei var veikur, aldrei sjúkur, þið getið neitt að þessum líkama. Og svo hann að gefa þeim blóðið sem táknmál upp á fyrirgefningu syndan og hann nýja sáttmálar sem hann að fæða okkur inn í. Og það er alltaf merkilegt þarna rétt áður en hann deyr og svo strax þegar hann upprisinn og Emmausfararnir að ganga til Emmaus og þeir að ræða atburði dagsins sem hafi gerst, hann var krossfestur og allt það og Jesús slæst í för með þeim og þeir sjá ekki að þetta er Jesú. Og alla þennan tíma Jesú að ljúka upp fyrir þeim ritningunum og segja hér ég í ritningunum, hérna hann upprisinn og sýna hann fram á það að Jesús átti að fara á krossin og deyja og rísa upp á 3. degi. Og þegar þeir koma til Emmaus, þá biðjar hann gjarnan að staldra við. Og hann gerir það og þeir brjóta brauðið. Strax eftir krossfestinguna. Þá var brauðið brotið og þá lögust upp augu þeirra og þau sá hann en þá hvarf hann þeim sjónum. Það var mikilvægara að þeir sæja hann í ritningunum heldur en hann sæja hann augliti til auglitis. Þannig að það er alveg gríðarlega mikilvægt að við lesum orðið og fáum opinberun í það í gegnum heilagan anda hver Jesús er. En brauðsbrotningin var mikilvæg strax þarna eftir og þegar þau brutu brauðið þá sáu þeir Jesú. Og það er eitthvað sem gerist í brauðsbrotningunni sem þegar við förum fram, eitthvað mjög heilagt og einlægt og þá sjáum hann. Og þá fáum við þessa miklu nánd sem hann að gera okkur eitthvað svona sem við getum þreifað á, ekki bara trúa, heldur eitthvað til að þreifa á líka. Og Páll postuli segir, það eru svo margir veikir og meðal og allmargir sumir ykkar deyja vegna þess að þið gerir þetta ekki rétt. Og þið gerir þetta með þannig hugafari að það skiptir engu máli. Það eru veikt fólk á meðal okkar, það eru sumir sem að gangi baráttu og erfiðleika og þetta getur hjálpað okkur til að vinna sigur og ná árangri. Og það þýðir að við verum að skilja þetta. Og þetta er einfalt að skilja, í raunin það þannig að þegar við verum að brjóta brauðið, við erum með brauði hér í höndunum, þá erum við að meðtaka líkama Krists. Sá sem var aldrei veikur, aldrei sjúkur, sá sem á himnum í dag og sagði okkur að minna sín einn dag, þá munum við neita þessara máltíða með honum á himnum. Þannig að við erum að minna okkur á það líka, við erum á leiðinni heim og við munum neita brauðsins með honum þar líka. Og þegar við neitum brauðsins, ef þú ert með kvilla, líkamlegan kvilla eða sjúkdóm eða hvað nú er, þá segir þú takk Jesús fyrir lækninguna og þú kyngir lækningunni. Þakkar honum fyrir það. Svo tekur þú bikarinn sem blóð, sáttmálablóð Jesú og þú neitir blóðsins, það þakkar honum fyrir og kyngir því líka að þú ert sáttmálabarn hans, þú ert ósnertanleg eða snertanlegur
Þú ert barnið hans að eilífu. Það ekki spurning minn heilagleika þegar ég fer hér upp, þetta spurning hans heilagleika. Algjörlega. Og bara þessu til staðfestingar þegar sem fyrirmynd brauðsbrotningar, sem getur við sagt, sem að gerist í Gamla testamentinu, þá var það þannig að þegar síðasta plágan gekk yfir, þið munið eftir því, þá nutu þeir páskalamsins og þeir brutu brauð og þeir tóku blóðið og létu það á dyrastafina. Og það var ekki fyrir þá að sjá, heldur fyrir Guð að sjá. Þannig að þegar engill dauðans gekk framhjá, þá sá hann blóð, þá fór hann ekki inn. En hann fór inn þegar blóðið var ekki. Þannig að þegar við drekkum blóð og neytum blóðsins, þá erum við hulin hans vernd, við erum blessuð, við erum sáttmálabörn hans. Inni fyrir gat einhver verið að rífast. Það voru kannski hjón eða stóra fjölskyldur, menn voru kannski ósammála, það var ótti eða kvíði, menn heyrðu óp og skræki, það var svo mikið að vera á þessum tíma. Guð horfði ekki á það. Hann horfði ekki á einstaklingin inni. Hann horfði á það sem var fyrir utan. Blóð lamsins. Og það Guð horfir á blóð lamsins í dag. Guð horfir á Jesú. Við erum réttlæti hans í Kristi Jesú. Þannig að það er svo gott að geta hvílt í þessum veruleika. Takk Guð. Ég þarf ekki að reyna eitthvað. Nú má ég þiggja. Þiggja lækningu þína. Þiggja þessa vitund og vissu, þessa opinberun það að ég er sáttmálabarn hans og einn dag munum við saman á himnum neyta þessara máltíðar. Þannig að höfum við þann háttinn á að við allir koma hérna. Búið að brjóta. Þannig að allir koma bara fram þeir sem vilja. Það ekki spurning bara að hafa hana hérna þær og þá getur fólk komið svona og farið bara fram. Getur þú kannski þetta með mér. Þannig að það koma báðum megin og fara svo út á miðjunni eitthvað. Drengurinn minn, hann fyrir mörgum árum síðan, þá var hann veikur í útlöndum og hann var með hræðilega graftrarbólgu í hálsinum og hann var staddur í Asíu og var erfitt að fá lækni og hann sagði, pabbi, ég braut brauðið 3-4 sinnum á dag. Það var eina meðalið sem hjálpaði mér. Bara aftur og aftur og aftur, þá kyngdi ég lækningu og blessum Guð og þakkaði honum fyrir. Og þetta var svo tákgrænt og hann upplifði alveg stórkostlegan sigur. Og þegar hann sagði mér þetta, þá svona, já, þá fór ég að hugsa aðeins dýpra þetta og Guð er búinn að leiða mig þessa vegferð, hvað þetta skiptir miklu máli og við brjótum mjög gjarnan brauðið heima hjá mér og í tíma og ótíma. Það er einfalt að gera þetta. Þannig að gjörið svo vel, náðu okkur í brauð og Já, taka bara með ykkur í sætið. Eigum við taka það saman og eftir eða? Nei, já, tökum það saman á eftir. Tökum það saman og eftir. Höldum þessu svo bara fyrir okkur og svo tökum við þetta saman. Who breaks the power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger, the King of glory, the King above all kings. Who shakes the whole earth with holy thunder, who leaves us breathless in awe and wonder, the King of glory, the King above all kings. This is amazing grace, this is unfailing love, that you would take my place. You would bear my cross. You would lay down your life, that I would be set free. Jesus, I sing for all that you've done for me. Our chaos back into order, who makes the orphan a son and daughter, the King of glory.
unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross, you would lay down your life, that I would be set free. Jesus, I sing for all that you've done for me. Páll postuli segir, því að ég hef meðtekið frá drottni það sem ég hef kennt yður, segir Páll. Nóttina sem drottin Jesús var svikinn, hann hefur greinilega fengið einhverja opinberun, tók hann brauð, gjörði þakkir, braut það og sagði. Og hann tók brauðið, hann braut það sem við myndum upp að Jesús var brotinn okkar vegna. En nú langar maður að biðja ykkur ef það er eitthvað í þínu lífi sem mátt að glíma við einhverju veikindi, einhver sjúkdómur, getur verið andlegs eðlis líka, þungi eða kvíði eða hvað það er. Játa það fyrir drottni og segja takk Jesús fyrir lækninguna og tökum þetta saman. Neytum brauðsins. Þetta er líkami hans sem er fyrir yður gefinn. Og við gerum þetta líka í minningunni, við eigum eftir að hitta hann aftur öll og njóta þessara máltíða með honum. Og leiðu kyngdu þá lækningun og takkaðu Guði fyrir. Lækningin er. Sömuleiðis tók hann og bikarinn eftir kvöldmáltíðan og sagði, þessi bikar er hinn nýji sáttmál í blóði mínu. Gjöruð þetta svo oft sem þið drekkið í mína minningu. Þú ert sáttmálabarn drottins, trúðu því. Amen. Þökkum við fyrir drottin Guð að þú ert trúr þínu orði. Ég bið þess í Jesú nafni að þú hjálpar okkur til að skilja leyndardóm brauðsbrotningarinnar drotti minn. Ég þakka þér fyrir lækningu þína sem er núna. Og við erum búin að kyngja þenni lækningu drotti minn og við erum sáttmálabörn þín og við þökkum þér fyrir trúfesti þína, andið þinn mitt á meðal drottin. Við heiðrum þig og þökkum þér drotti minn einn dag eftir að vera neyta þessara máltíða með þér á himnum. Í Jesú nafni. Amen. Ég langar að skipta pínlítið gír og fjalla aðeins um fyrirgefninguna. Og lífið er nú þannig að það er alltaf að koma einhverjur upp á komið sem hafa með rétt okkar óskir að gera. Og ég man eftir einu dæmi í gamla daga, þá var ég staddur á svona litlum bænahóp, við vorum eitthvað svona 8 eða 9 manns í hópnum, hópurum var búinu, vorum að tala saman og það var ein stelpan hann meðal okkar sem var flugfreyja og hún kom með svona vínilplötur frá Ameríku, kristilega söngva, þetta er 40 ár síðan eða 30 ár síðan og þá var enga bókabúður hér með svona flottum tónlist og eitthvað, þannig að ég segi við stelpuna sem var vinkona mín, heyrðu, næstur þú ferð, má ekki láta þig að fá nokkra dollar og þú kaupir einu svona vínilplötu, þú veist, rosalega flotta tónlist og það voru einhverju tónlistamenn sem voru svona uppáhaldi hjá mér. Og þá stígur einn foringi fram og hundskamma mig, alveg bara fyrir framan alla. Ég skulle vera að biðja þetta og kosta henni einhvern snúning og ef allir ætluðu að gera þetta einn inni þá er þetta bara erfiðleika fyrir hann og ég alveg bara sökk í stólinn minn og alveg ómögulegur yfir þessu. Og klukkustund leið hjá, 2 klukkustundir, 3 klukkustundir, daginn eftir, ég var enn að hugsa þetta. Það nagaði mig einhvern veginn alveg lengst inni fyrir framan mína vini og niðurlagður á vissan hátt, mér finnst þetta mjög óréttlátt og ég andmælti þess ekki, en smátt og smátt fór ég að skilja að ég var að fyrirgefa. Og það tók dálítinn tíma, bara ok, ég ætla að fyrirgefa, bara velja það. Og svo gerðist það að ég náði að fyrirgefa og losa mig undan þessu. Það var læknaráðstefna fyrir mörgum árum síðan og þá var sagt á þessari læknaráðstefnu, einn læknir sem sagði að 80% af öllu þeim sjúkdómum sem við erum að glíma við í dag, bæði andlegs og líkamlegs eðlis, eiga rætur að rekja til andlegra tilfinningalegra hluta. Og hvort þetta er sannleikur ekki veit ég ekki, en það er alveg ljóst að
að ef við lifum ófyrirgefandi lífi, þá mun það hafa afleiðingar inn í sálarlíf okkar, tilfinningalíf okkar og jafnvel inn í líkamlegt líf okkar. Og mér var svona hugsað til þess í Mattheus 18 þegar Pétur kemur til Jesú og segir við hann: Herra, hversu oft á ég að fyrirgefa bróður mínum? Og hann segir bróður mínum. Þannig að Pétur greinilega búinn að gangi í gegnum einhver upplifun, kannski einhver áþekk og ég var að lýsa hér áðan og kannski eitthvað mikið dýpra eða meira. Þannig að honum umhugað og hann fer til hans og segir: hversu oft á ég að fyrirgefa bróður mínum? Það er einhver atburðarás búinn að eiga sér stað. Og áður en Jesú fær tækifæri til að svara þá segir hann 7 sinnum. Það er svona heiluð tala. 7 sinnum og þá get ég svara fyrir mig. En Jesú segir við hann ekki 7 sinnum, heldur 70 sinnum 7. Þú átt ávallt og alltaf vera tilbúin að fyrirgefa. Með því að fyrirgefa þá erum við ekki að réttlæta brot þess brotlega. Það er bara þannig. Þú ert ekki að réttlæta brot þess brotlega. Þú ert fyrst og fremst að koma þér í skjól frá því að þetta komið til með að naga þig en að beini og valda frekara tjóni. Þannig að við eigum að lifa þannig lífi að við erum fyrirgefandi. Og stundum er það þannig að okkar nánustu eða þeir sem standa okkur nærri, það eru gjarnan þeir sem brjóta á okkur eða þeir sem eru á vinnustað með okkur eða einhverju samferðamenn. Og stundum er það gert í ónærgerni eða stundum er það gert með eða bara með brota vilja. Og við göngum öll í gegnum einhvers konar upplifun. Þetta gerist í hjónabandi, með börn og foreldrar og Kristus segir við ávallt og alltaf vera tilbúin að fyrirgefa. Það var læknir sem lýsti því þannig með sálrænar afleiðingar þess að fyrirgefa ekki. Hann lýsti þú eftirfarandi hátt: þegar ég fyrirgef ekki, þá hugsa ég óvinveitt hinn brotlega og verði í raun þræll hans. Ég nýt ekki vinnu minnar eða lífs eins og áður vegna þess að atburðarás sem hann stjórnar ennþá huga mínum. Gremja mín veldur líkamlegri áreiðslu og ég verð þreyttur eftir fáeinar vinnustundir og jafnvel frí dagar veita mér ekki sömu ánægju og áður. Ég kemst ekki undan harðstjórn hans í huga mínum. Og þannig getur atburðarásin farið einhvern veginn. Eitt dæmi, það var ungur drengur sem að pappinn hafði lofað að fara með í veiðiferð og hann var búinn að klikka dálítið oft, pappinn, en nú ætlaði hann ekki að klikka og strákurinn hlakkaði mikið til þessara veiðiferðar sem átti að vera á laugardegi og deginum á undan þá var hann búinn að slá einhverja bletti hjá nágrönnum, safna sér pening, tína orma, kaupa einhverja smá veiðigræður og daginn eftir var hann fyrstur fram úr, búinn að pakka, tilbúinn að fara. Pappinn kemur fram þegar síminn hringir og hann tekur upp símann og strákurinn heyrir pappa sem segja: jú, já, heyrðu, ég kem bara. Og hann hafði búinn að gleyma þessum veiðidegi og hafði hugsað með sér: þetta er bara einn af þessum laugardögum sem ég verið að slá í kringum húsið eða eitthvað. Ég ætla bara að fara í vinnuna, það verið að kalla á mig. Þannig hann skellir á, fyrir jakkafötun og út úr húsi og drengurinn bestu tárin. Hann var búinn að segja vinum sínum frá þessu hann ætlaði að fara í veiðiferðina. Mamma hans reynir svona þess að hugga hann, pappinn hringir ekki og allur dagurinn líður og það er komið kvöld og það er þögult andrúmsloftið við kvöldverðarborðið. Og það er mamma sem rífur tögnun og segir við hann: heyrðu, þú glemdir að taka drenginn í veiðiferð. Og pappinn alveg: vesinn, gast ekki minnt mig á þetta. Og svona, það verður svona árekstur þarna líka, ekki til að bæta ástandið eins og það var. Og atburðarásin leiddi þannig í ljós að strákurinn var alltaf einhvern veginn svona ekki ansnúinn pappa sínum, en það var einhver veggur sem var að myndast. Og árin liður og þegar hann var 16 ára gamall, þá flutti hann að heiman og lenti í smá ógöngum og smá erfiðleikum. Og það var ekki fyrir réttur ráð það var komin í myndina að pappinn rétti höndina til drengsins og sagði hann: fyrirgefaðu mér þetta ákveðna atvik sem að drengur var hérna búinn að gleyma. En það var bara komin einhver stífni og eitthvað neikvætt á milli. Og það var hægt að lækna þetta og þeir eru vinir aftur. Þetta er bara eitt dæmi sálrænar afleiðingar sem geta sér stað þegar við fyrirgefum ekki. Tilfinningarafleiðingar geta verið þannig að, eitt kannski það átakanlegasta við það að þunglynd er einn táknrænasta afleiðing þess að fyrirgefa ekki. Og það þarf orku til að viðhalda beiskjunum sem er kannski komin inn í okkur og þegar við þreytumst á notkun þessari orku er hætt á þunglyndi vegna álagsins sem er með hérna inni fyrir. Beiskja og gremja geta skapað tilfinningalegt mið gagnvart þeim brotlega
Þetta getur auðveldlega valda því, eða valdið því að við þurfum að líkja þeim brotlega. Og Jesús segir, af gnægð hjartans mælir munnur þinn, og að því sem við fyllum líf okkar af, það mun móta líf okkar. Ég fyrir langa löngu, þá var ég staddur í Skálholt og var að flytja einhvern lestur fyrirgefninguna. Þá kemur til mín ungu maður sem átti 2 eða 3 börn, tók í hendina mér og sagði, ég þakka þér fyrir. Þú ert eiginlega búin að bjarga lífið mínu. Og ég sagði, hvernig má það vera? Þá sagði hann, sko, jú, ég á pappa sem drakk mikið. Og ég sá hann var að leggja hendur á mömmu og það voru gríðarlega átök og að lokum fór hann í burtu. Ég gat aldrei fyrirgefið pappa minn, aldrei hvað hann gerði. Nú á ég 2 börn eða 3, ég man ekki hvort var. Ég byrjar að drekka, ég nákvæmlega komin inn í sama munstur á pappi. Ég líka farin að tuska hans til með mína konu. Ég að lenda í sama munsturinu. Og ég bara þakka þið fyrir, ég er búin að biðja Guð að fyrirgefa mér og út úr þessu ástandi gekk hann. Það hægt að lenda í svona atburðarás. Ég er búin að tala við marga sem hafa lent í svona atburðarás. Einn félagi minn, hann var uppnefndur ákveðnu nafni í gamla daga. Svo fór hann að vinna á nýjum vinnustað og einhver þar vissum þetta nafn. Og hann uppnefndi hann þessu sama nafni í tíma og ótíma. Og þetta fór einhvern veginn svo rosalega í hjarta á honum og inn í beinin. Að það endaði með því, þegar hann kemur til minn, ég kom með hníf og ég ætla að skera á dekkin hjá honum. Og lýsingarnar voru þannig, og ég rétt gat bremsað hann af og ég sagði, bara fyrirgefur og ég skal hjálpa þér. Losaðu út úr þessu og ef hann heldur áfram að uppnefna þessu, þá geturðu á einhverjum tímapunkti, hugsanlega, leiðrétt hann eða sagt við hann, heyrðu, þetta særi mig, kallaði hann á eintal, en ef þú gerir ekkert í málunum, og það er nefnilega þannig að ef við erum í beiskjunni, þá sjáum við ekki réttu leiðin út heldur. Og ef við fyrirgefum, þá opnast leiðin oft til að hjálpa þeim brotlega. Við getum aldrei hjálpa honum ef við erum ekki fyrirgefandi. Ef það hatur í minni hjarta eða beiskja gagnvart einhverjum, svo ætla ég að fara að hjálpa honum. Það bara gengur ekki upp. Ef ég er búin að fyrirgefa honum, þá get ég elskað. Þá get ég elskað og þá getur Guð opnað leið til að lækna þann sem braut gegn mér. Svo lítið dæmi sé tekið. Líkamlegar afleiðingar geta líka verið, til dæmis magasár og hár blóðþrýstingur, aðeins 2 dæmi ótal meinsemdir sem biturleiki getur valdið. Gremja framkallar hormóla og taugaboð sem geta hugsanlega valdið sjúkdómum í öllum hlutum líkamans. Það veikir ónæmiskerfið. Að fyrirgefa ekki getur valdið svefnleysi og líkamlegri þreytu. Einhvers staðar stendur, meðan ég þagði, tærðust bein mín. Og sálmurinn tala líka þetta í sálmi 32, að það er hættulegt að láta beiskjuna vera í hjarta sínu. Glatt hjarta veitir góða heilsubót, en dapurt geð skrælir beinin. Ég man þetta einu mjög sérstöku dæmi, eða ekki kannski sérstöku, þá kona, mikil vinkona mín, hún lenti í skilnaði. Og hún vildi ekki skilja. Maðurinn gerði hluti af sér, hún bara vildi ekki skilja. Og hún gat ekki fyrirgefa honum, bara var ekki nokkuð leið. Mánuðirnir liðu, árin liðu og ég talaði við hana, hún bara vildi ekki fyrirgefa. Þetta var bara rangt sem hann gerði og það er ekki hægt að fyrirgefa þetta. Og ég sá hvernig heilsu hennar hrakaði. Hvernig smátt og smátt, bara andlitið, það fór að vera svona tónaðara meiri hörku. Hún fór að kenna til í skrokknum, hún var að vera þreytt. Það var alls konar veikindi sem fóru komin í lífinar. Þannig ég sé þetta svo greinilega í kringum mig, hvernig það gerist bara með skrokkinn þegar við viðhöldum beiskjunni eða viðhöldum því að vera á þessum stað, hvernig þetta getur þreytt kerfið í líkamannum og sett okkur á þann stað að við förum að veikjast hér og þar. Við segjum kannski tíminn læknar og hann vissulega gerir það, en í sumum tilfellum gerir hann það ekki. Því að hlutirnir vaksa innra með okkur og stundum snjóar yfir þá, en þeir eru þarna til staðar. Einhvern tíma varum við með samkoma á DAS, ég hef aldrei gleymt þessu, og við vorum búin að vera með samkomuna og ég tek eftir manni sem var alveg óvinur svona harður. Sat þarna einn alla samkomuna og hlustaði á okkur, settist við hjá honum og fór að tala við hann. Og þá kom í ljós að hann hafði ekki talað við bróður sinn hvort það voru 30 eða 40 ár. Og ég fór að spyrjast fyrir hvað eiginlega kom upp á. Og þá var hann búin að gleyma atvikinu.
en það var harkan sem að hélt honum gangandi og það voru svona drættirnir í andlitinu, hann ætlaði ekki að fyrirgefa bróður sinum, það var það sem hann talaði um. Og ég gæti reynt að koma þarna boðskapnum aðeins til að létta á honum, en svona getum við farið einhverju vegferð, ég vil vera búin að gleyma þessu. Það var predikari sem kom fyrir langa löngu og Jón Þór og Kolla munu kannski eftir honum, hann hét Ken Wright og hann var verkfræðingur á Nýja-Sjálandi og hann var mikill sjáandi og þekkingarorð, alveg ótrúlega þekkingarorð. Og hann sagði mér einu sinni frá því og voru fleiri þarna saman að hann hafi verið kallaður upp á spítala og þar var kona sem var hægt og rólega svona einhvern veginn að fjara út. Hún var orðin lömuð, alveg upp á háls og læknarnir skildi ekkert í hvað var að gerast og það var bara eitthvað ferli. Og hann var kallaður þarna og fór að biðja og sá sýn. Hann kallar á mömmuna líka og hann deilir þessari sýn með þeim. Þá sér hann vinkonu vera að tala saman fyrir framan eldhúsgluggann, inn í eldhúsi og fyrir framan eldhúsgluggann ung stúlka með barnavagn. Og hún eitthvað svona keyrir hann undan sér og missir hann frá sér. Og vagninn fer niður svona smá brekku, lendir á kantstein og hvolfist yfir, engin bíll eða neitt og konurnar sjá þetta og koma hlaupandi út. Og hún tekur upp barnið og það allt í lagi með það. En móðurinn sem átti þessa ungu stúlku sem var að passa barnið, hún skammaði hana dálítið harkalega. Og það var ekki það sem barnið þurfti á að halda. Hún þurfti frekar á faðma að halda. Þetta var óviljavark, lítið barn, kannski 12-13 ára gömul. En þetta einhvern veginn settist svo inn í hana, þannig að hún var flutta heima 16 ára. Það var alltaf einhver óvild gagnvart mömmunni og það endaði með því að hún fór að veikjast. Og þegar þessi uppákoma kemur hérna með þessa sýn, þá stúlkan búin að gleyma þessu. Mamman mundi eftir þessu ljóslifandi. Þannig að það eru þarna sættir úr rúmstokknum, fólki bað, Guð greip inn í myndina, eftir 3 daga voru góðin svo mikil batamerki á hana, það var alveg ótrúlegt. Svo útskrifaðist hún einhverjum viku seinna eða hvað nú var, þegar fyrirgefning kemur inn. Þannig að það eru ótal dæmi þetta. Og einhvers staðar segir það að þegar við fyrirgefum ekki, þá getur það jafnvel gengið í ættir. Og ég heyrði einu sinni mjög sérstaka sögum. Og þannig að það var móðir sem átti 2 dætur. Hún var alltaf verið að vanda dálítið vel með dætur sínar. Málið var það að hún hafði lent í því, gagnvart mömmu sinni og pappa, hún var alin upp fyrir eitthvað strangt uppeldi þegar hún kynnist manninu sem hún elskaði, þá settu foreldrar hennar sig upp á móti þessu ráðhag. Og sögðu að þetta myndi aldrei ganga upp og var alltaf á móti þessu og þessi veggur var til staðar. Þannig að hún ætlaði að sanna fyrir þeim, þetta var rétti maðurinn sem hún hefði gifst. Þannig að hún kom með 2 börn, eða 2 ungar stúlkur sem voru unglinga þarna og aðeins eldri og þær fengu dálítið svona strangt uppeldi, hún var að sína rétta mynd, hún gæti þetta. Nákvæmlega sama atburður sem var að gerast þarna. Þær voru byrjað að kynnast strákum sem að mamma sín setti upp á móti. Þannig að það var komið veggur þar líka. Þannig að þetta var atburður sem var farin að ganga þarna í 3 kynslóðir. Þannig að það var ekki fyrir réttur ráð að koma inn í þessu tilfelli að móðurinn settist niður með báðum örmum og sættir sem náðust og lækning kom inn í þessar kringumstæður. Þannig að það skiptir mjög miklu máli að lifa þannig lífi í dag og náttúrulega bara alltaf að vera fyrirgefandi. Eitt af versta sem við lendum í oft ef við brjótum af okkur sjálf. Það getur verið mjög erfitt að fyrirgefa sjálfum sér. Einhvern tímann var ég staddur við vorum með svona businessfundi, kristilega businessfundi á Hótel Loftleiðum inn í Galanda og það var einhver rosaleg umræða, vorum kannski 30 manns þarna inni, mjög mikil umræða illa anda einhverju hluta vegna. Og einhver sem spyr, Björn, þú hefur nú reynslu ýmsu, hvað viltu segja ykkur þetta? Og ég flutti þarna smá erindum, ekki illa anda, þú veist hvernig þetta funkar í dag og svona. Og ég hjó eftir í svona, já ég hef nú upplifað þetta og ég hef nú gert þetta og svo ég kom út í bíl og svona rifja upp það sem ég sagði, þá var alveg bara, þú veist þetta var allt ég. Það var svona eins og að hefja upp sjálfa mig. Og ég sagði Guð fyrirgeðu mér, þetta bara, og ég átti dálítið erfitt sko. Ég keyrði í burtu bústaðaveginn, man ég, og ég var ennþá að hugsa þetta og naga mig í handarbakið, upp Breiðholtsbrautina, ennþá að naga mig í handarbakið. Og svona, ég get ekki fara að hringja alla og sett ég bið ykkur afsökunar ég var svona dálítið stoltur eða eitthvað það var ekki inn í myndinni
ekki í þessu tilfelli, þannig að ég náði bara að fyrirgefa sjálfum mér. En oft getur verið erfitt að fyrirgefa sjálfum sér, tala ef maður hefur vísvitandi brotið gagnvart einhverjum. Og svo það hitt líka að við verum að vera tilbúin að ganga skrefin og biðjast fyrirgefninga þegar að eitthvað kemur upp á. Og þá sérstaklega við eitthvað nákomni og stundum getur það verið líka mjög erfitt að gera það. Að segja við maka sinn, heyrðu sko minn, ég klikkaði bara, ég hefði aldrei átt að segja þetta við þig, ég biður að fyrirgefa mér. Horfa viðkomandi í augu, taka í hendina á henni eða hvað það nú er og bara útskrifa málin. Ekki að láta daginn líða, kvöldið fara inn á þess að gera ekki upp hlutina. Það á bara að vera regla. Og oft það erfitt ef það einhver samstarfsaðili eitthvað svoleiðis sem út að brjóta gegn. Kannski gerur það óvart. Það einhver umræði í gangi og þú segir eitthvað eins og þessi félagi minn sagði við mig þarna í upphafi. Hann ætlaði kannski ekki að særa mig en hann gerði það. Og ef þú veist að þú gera einhvern slíkan hlut, þá gengur þú bara til viðkomandi og segir, tekur í hendunum og segir bara afsakaðu, fyrirgefðu. Að ég skildi að hafa gert þetta. Og fyrirgefning þýðir það að þú ert búin að taka þetta í burtu. Jesús stóð á krossi fyrir okkur og hann fyrirgaf okkur öll afbrotin, fyrr og síðar. Og það er svo yndislegt að vita að Guð er fyrirgefandi og hann er búin að fyrirgefa syndur okkar. Jesús gaf lærisveinum sínum nýtt boðorð áður en hann fór á krossin. Hann sagði, nýtt boðorð gef ég ykkur að þið elski hver annan eins og ég hef elskað ykkur. Bara þetta er boðorðið sem við eigum í dag. Það var eitthvað boðorð sem við eigum að fylgja, þá er þetta boðorðið að elska aðra eins og hann hefur elskað okkur. Við getum ekki elskað ef við fyrirgefum ekki. Og það síðasta sem ég langar að nefna í þessu tilfelli, eða sambandi, er að ef við fyrirgefum ekki, þá getur það haft afleiðingar fyrir okkar andlega líf. Því að þegar við fyrirgefum ekki, þá förum við að hugsa jafnvel á göngu okkar áfram, ég er ekki nógu verðugur að þiggja frá Guði. Og ég er ekki nógu góður. Og það kemur sjálfsfyrirdæming. Og við rötum inn á einhverja vegferð sem gerir það verkum að það er svona erfiðara að heyra í Guði, við upplifum okkur fjarri Guði, jafnvel þó Guð sé þarna með okkur eins og aldrei fyrr sko. Þá erum við bara að koma okkur á þann stað í huganum og þann stað í okkar trúalífi að við höfum erfitt með að meðtaka. Og ég hef fengið að upplifa þetta, farið inn á þennan slóða og sé hvernig þetta hefur átt áhrif á mitt andlega líf. Þá er allt í einu bara, er ég ekki orðinn verðugur lengur? Vill Guð ekki tala við mig? Þú veist? Og ég kom í smá slag við Guð og slag við sjálfan mig. Já, ég hvort ekki nógu góður og eitthvað svona. Þá fer maður inn á þessa vegferð og þetta getur verið mjög erfið vegferð að rata aftur upp á réttan veg. En allt er fært, tala ekki þurfa Guði með. Þannig mér langar að leggja þessa punkta hérna til ykkar og hvetja hvern og einn til að ganga inn í alla daga og lífið sjálft fyrirgefandi. Við verðum fyrir höggum, það er alveg pottþétt að verða árekstrar. Vertu fyrirgefandi í öllum kringumstæðum. Því að Guð er búinn að fyrirgefa þér, vill að þú lifir fyrirgefandi lífi, þannig að þú getur elskað alla í kringum. Og það er svo yndislegt að vera á þeim stað að vita það, þú veist að maður er elskaður. Mínir bestu vinir, þeir geta klikkað og ég klikka, ég get ekki elskað óskilyrt. Það getur engin maður það. En það er einn sem getur elskað óskilyrt og það er Guð. Þannig að hvíla í þeim veruleika, ég er alltaf elskaður sama hvað. Mér er alltaf fyrirgefið, bara takk Guð að þú sett mig á þennan stað sem að hvetur mig til að lifa þannig lífið gagnvart öðrum. Það er alveg yndisleg persóna sem hvílir í þínu lífi. Þú ert eintak sem átt sér engan líkan. Það er ekki til neitt eintak eins og þú. Þú ert einstök persóna og Guð hefur þvílíka áætlun með þig. Þá er ég bara sem persónu að þú upplifir hann, að þið líður vel. Þegar ég tala hann við áætlun fyrir þá erum við alltaf að hugsa einhvern trúboð þarna, að gera eitthvað þarna. Lífið snýst miklu meira en það. Að vera sáttur með Guði, geisla með Guði, upplifa tilgangi með Guði og vera á þeirri vegferð með Guði. Mér líður vel með Guði og vera lifandi, þá lifum maður svona opinberandi lífi. Það sem hann er að tala inn í lífmanns og maður finnur þessa ást og maður finnur þessa blessun sem að gangan með Guði er. Ég þakka fyrir mig, yndislegt að vera með ykkur og Guð blessi ykkur á ykkar vegferð.
1, 2. Varðandi fyrirgefninguna. Við vitum að Drottinn þráir að gefa okkur líf í gnægð. Fyrirgefning algjörlega órjúfanlegu þáttur þess að lifa líf í gnægð. Þannig í dag, mér langar bara örstutt að segja ykkur smá vitnisburð. Ég átti svona frekar snúna æsku. Og það var svo mikið blessun fyrir mig því ég náði bara að sleppa tökunum og bara, þetta bara það sem það er. Það sem hefur hjálpað mér í fyrirgefningunni að átta mig á að þetta ekki endilega eitthvað gæsahúða moment. Við erum ofta að bíða eftir einhverju momenti þar sem að Guð kemur inn í aðstæðurnar og við náum að fyrirgefa. Þetta ekki þannig, þetta ákvörðun. Og við þurfum að taka þessa ákvörðun á hverjum einasta degi að sleppa tökunum og láta ekki hlutina grafast inn í hjarta sitt og valda okkur tjóni. Og sérstaklega ef fólk hefur brotið á okkur með einhverjum hætti því að það heldur okkur einungis í fangelsi. Þetta fólk heldur í rauninni áfram að brjóta okkur ef við erum ekki tilbúin að fyrirgefa. Það minnir mig líka á að þegar með Davíð konung, talandi sálmana, hann var svo duglegur að stýra í rauninni sálu sinni. Hann sagði, lofaðu Drottinn sála mín og fyrir mér andans að tala við sálina. Og við þurfum stundum þegar við erum að ganga með Guði að tala við sál okkar, tilfinningarlífið, hugsanir okkar, við könnumst nú við það. Tala við sálina, lofaðu Drottinn sála mín. Og við þurfum í rauninni að ákveða, ég ætla bara að fyrirgefa, ég ætla ekki að vera í einhverju fangelsi, ég ætla að njóta lífsins. Og líka mér hefur verið fyrirgefið, það líka önnur opinberun, mér hefur verið fyrirgefið alls konar hlutir. Og ef mér fyrirgefið þá ber mér að fyrirgefa, ekki satt. Því hann hefur fyrirgefið okkur. Og mér langar bara að láta ykkur líka vita því, út af því hann talaði það áðan. Við erum öll brotleg. Ég mun örugglega einhvern tímann segja eitthvað við ykkur eða gera eitthvað sem að ykkur finnst ekki við hæfi. Því að ég algjörlega ófullkomin. Ég bara ósköp venjuleg. Við erum bara í þessu hugafæri. Setjum engan á stall. Engan á stall þar sem aðeins Drottinn á að vera. Og leifum fyrirgefningun og kærleikunum bara að vera viðvarandi í líf okkar. Má ég heyra amen? Amen, það held ég nú. Ef ekki rísa á fætur. Alveg, viltu setja ykkur smá tónlist? Þarna kom hún. Mér langar bara til þess að hvetja ykkur í dag. Stundin að ljúka hér í dag. En við